Komið sæl, þetta Pólitíkin, 10. þáttur. Ég heiti Guðfinnur Sigurvinsson. Gestur minn í dag Jón Gunnarsson sem hefur langa reynslu af stjórnmálum. Hann var kjörinn ritari Sjálfstæðisflokksins á flokksráðsfundi í fyrra og hefur setið á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkin í Suðvesturkjördæmi síðan 2007 og hann gegndi embætti samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í síðustu ríkisstjórn. Jón Gunnarsson, velkominn. Takk fyrir það. Gaman að fá því spjall. Ég hef nú rætt mikið við gesti mína í þessum þættum efnahagsmálin í tengslum við COVID-19. Það hefur ekkert annað komist að og mér langar svona aðeins kannski til að hvíla þá umræði núna eða þar að segja stöðuna er svona kannski hér og nú í því. Ég veit nefnilega að þú ert mikill svona atvinnulífsmaður og með mikinn framkvæmdahug og það er ekki síst þess vegna sem að mér langar að skoða aðeins sóknarfærin sem að býð okkar þegar þessi krísa öll er að baki með öllum þeim stóru vandamálum sem við erum að glíma við í því sambandi en svona hvernig sýnist þér hvað það varðar? Það hefur verið sett yfirskriftin á allar þessar aðgerðir viðspyrna fyrir Ísland og það er það sem við verðum að reyna að gera, það er verið að spyrna við fótum. Hvar liggja sóknarfærin að þínum mati? Jú, þetta er alveg rétt hjá þér, við erum auðvitað með aðgerðunum að reyna að búa þannig hnútana að fólk geti haldið vinnu, fyrirtækin geti haldið velli, einmitt til þess að þau séu klár, fyrirtækin og auðvitað starfsfólkið sem er bakbeinið í þeim. Þetta sé klárt til þess að láta hjólinn byrja að snúast í þessum atvinnugreinum sem er að fara illa út úr þessu ástandi í þessari viðspyrnu. Og við þurfum ekki að byrja að byggja upp aftur, séum ekki búin að missa fyrirtækin burtu og fólkið út kvipin og kvapin eins og gerði svolítið eftir hrunið 2008 9. Já, ég held að við þurfum svolítið að horfa núna í spegil og spurja okkur að því, ætlum við að hafa þetta uppbygginguna í íslensku atvinnulífi með sama hætti og við höfum haft. Ég hef nokkur sem haft orð á því og oft haft orð á því á undanförnum árum að við höfum verið að byggja okkur of einhæft upp eftir hrunið. Það er að segja við höfum haft áfram þessar traustu atvinnugreinar sem að skipta okkur auðvitað gríðarlega miklu máli, tengja sjávarútvegi, orkutengdum iðnaði og svo hefur ferðaþjónustan komið sem þessi alvöru stoð inn í íslenskt atvinnulíf. En það hefur svona kannski ekkert margt annað verið að gerast og menn hafa verið mjög uppteknir af því að svona bregðast við álaginu út af ferðaþjónustunni og ég hef svona bent á þetta í umræðunni nokkrum sinnum á undanförnum árum og nokkuð oft að menn verði nú aðeins að horfa víðar vegna þess að við gætum lent í svona áföllum þó að enginn sæi nú fyrir þetta sem gerðist með svo dramatískum hætti. Þannig að ég held að núna sé mitt tilefni fyrir okkur svolítið að horfa í spegil og spyrja okkur að því hvað er það sem við getum gert? Hvað er það sem við getum gert til þess að fjölga eggjónum í körfunni? Og það sem að þarf að hafa í huga þar eru þetta fyrst og fremst að horfa til þá atvinnugreina sem að geta skapað útflutningsverðmæti. Við erum mjög háð því að skapa gjaldeyri fyrir framleiðsluna okkar. Við erum það háð innflutningi og við þurfum að gæta jafnvægis í því, annars missum við tökin á, getur það haft svo alvarlegar efnahagslegar afleiðingar eins og raun ber vitni. Og hvað er þá hið augljósa? Jú, við höfum lagt á það áherslu núna að efla nýsköpun, rannsóknir og þróun. Og ég er mjög sáttur við þau skref og þau stóru skref sem er verið að stíga á þeim vettvangi. En fyrir mig hljómar þetta svolítið eins og þetta sé orðið ákveðið tískorð. Það er allir að tala um þetta. Já, hörðu, nýsköpun og þróun og rannsóknir og svona. Fólk kannski veit ekki hvað býr að baki. Nei, og það er einmitt þannig og eru þetta bara viðurkennt að einmitt á þeim vettvangi er þetta langhlaup. Það er ekkert sem er að fara að skila okkur einhverju á næstu mánuðum eða jafnvel 2, 3, 4 árum. Fyrir utan það að það er kannski eitt verkefni hverjum 10, 15 sem á endanum gengur upp. En við þurfum að
efla okkur þarna og ég mjög sáttur við þau skref sem að iðnaðarráðherrann hefur verið að stíga í þeim efnum og ríkisstjórnin að setja verulegan kraft í þetta. Við höfum ekki verið ekki leyft okkur það á undanförnum árum þó að vissulega hafi verið stigin ákveðin skref þá höfum við ekki leyft okkur að fara nógu langt og nú erum við að virkilega fókusera á þetta. En það þarf að mínum að miklu meira að koma til og þá þarf við þetta líka að taka hið augljósa. Hvað er það sem við getum unnið með til þess að skapa fjölbreyttari verðmætasköpun í landinu og þetta þarf líka að tengjast byggðasjónarmiðum að mínum mati. Vegna þess að það er mjög mikilvægt að við horfum ekki til þeirra þróunar sem er að gerast að 85% landsmanna búi hér á milli hvítána. Það er ekki heppilegt fyrir okkur. Þó að við viljum hafa öflugt höfuðborgarsvæði að þá viljum við líka hafa öfluga landsbyggð og það gerum við bara með því að skapa tækifæri. Nú við erum auðvitað að horfa á gríðarlega mikla vaxtabrodda í íslensku atvinnulífi sem að er í kringum fiskeldið. Það eru auðvitað farið að skipta okkur alveg gríðarlega miklu máli og stefnir í það að verða í raun svona 5. stoðin. Við getum sagt að sjávarútvegur, það er ferðaþjónusta, það er orkutengdur iðnaður og svo er það svona margt annað bland í poka getum við sagt. En við erum að fá eiginlega 5. stoðina í kringum fiskeldið. Það er umdeild atvinnugrein og svona sýnist sitt hverjum. En burtséð frá því að þá verður ekki framhjá því litið að með þeir leyfum sem að núna eru í pípunum að þá erum við að horfa á útflutningsverðmæti sem á endanum munu jafnast á við að við höfum getað tvöfaldað þorskstofninn. Við erum að tala mjög verðmæt störf, hátækni störf að miklu leyti. Við höfum mikið inn í þessu í verðmætasköpuninni, fullvinnslu, menn eru í dag að flytja þetta út lítið unnið og þetta svarar mjög vel þessu byggðasjónarmiði. Þetta er að skjóta algjörlega nýjum stoðum undir byggð í dag á Vestfjörðum og er að koma sem mjög öflug viðbótarstöð á Austurlandi. Þetta er augljóst og það er margt annað sem er svona að gerast. Við höfum orkuna. Ég get nefnt á gagnaversiðnaðinn, hvernig má það vera og ég hef verið gagnrýninn á það eins og þú veist og fylgist nú með þingflokksfundum hjá okkur í dag að ég hef verið gagnrýninn á það og spurt þeirra spurninga hvernig má það vera að Íslendingar eru komnir í þá stöðu með sína hagkvæmu orkuframleiðslu, með sínar náttúrulegu orkuauðlindir, við séum komin í þá stöðu að við séum ekki lengur samkeppnisfæri í verðum. Gagnvart því að það komi hér ný sprotar í orkutengdum iðnaði. Ég er ekki að tala álveri hvert fjörði eða eitthvað slíkt, heldur bara orkutengdan iðnað. Ég hef á undanförnum árum verið að horfa mjög til gagnavers iðnaðar og það er eitthvað brogað við það í mínum huga þegar að nágrannaþjóðir okkar, Danir, Norðmenn, Svíar leggja svo mikla áherslu sem raun ber vitni einmitt á að byggja þennan iðnaðu og ekki síst í Noregi og Svíþjóð í Norðurhéruðunum. En að við getum ekki verið þáttakendur á þessu sviði. Það er reyndar vantar öflugri gagnaflutningstengingar til Evrópu og ég vonast nú til þess, ég talaði það síðan 2017 að þá vildi ég fara í það 2018 að leggja nýja gagnaflutningsstreng til Bretlands eða Írlands og við þurfum helst að fá tengingu til Bandaríkjanna líka og en með slíkum tengingum og með því að vera bara á svona sambaralegum orkuverðum og nágrannaþjóðir okkar eru sem að maður hefði haldið að við ættum að hafa samkeppnisforskot í að þá er alveg greinilegt að við getum orðið alvöru þáttakendur í þessum iðnaði. Og við sjáum bara hvaða breytingar það hafði til að mynda fyrir þorp eins og Blönduós að fá gagnaver þar og akkur fór gagnaverið á Blönduós, akkur fór það ekki í Borgarnes eða á Snæfellsnes eða eitthvað annað, Siglufjörð. Já, það var vegna þess að það var fljótandi einhver 30 megawatt orka þarna í Blöndulóni sem komst ekki burtu af því að flutningskerfið okkar gat ekki flutta og þeir gátu stungið í samband við hana. Ég hefði viljað sjá til að mynda svona grænan iðnað spretta upp sem víðast landið. Það er gríðarlega mikið af afleiddum störfum í kringum gagnavers iðnaðinn.
Þetta eiginlega má segja frekar gagna vinnslu iðnaður að við komum þessu á það stig sem við myndum koma þess á. Og bara sem dæmi, gagnaverið Verne Holding í Keflavík, ég held að það hafi verið talið að í fyrra hafi verið 1800 flugleggir í kringum það fyrirtæki til og frá landinu. Sem sagt, erlendir aðilar koma til landsins til þess að eiga þarna stutt stopp út af þeirri vinnu sem þetta fyrirtæki að vinna fyrir þeirra fyrirtæki. Við getum alveg speglað það svo inn á marga staði út á landi, því að þetta alveg kjörið til að dreifa. Þarna til að mynda sóknarfæri sem við erum ekki að sinna. Og ég held að við þurfum að horfa og leita einmitt að slíkum sóknarfærum sem að byggja á hinu augljósa, byggja á því forskoti sem við höfum. Matvælaiðnaður, við höfum ákveðið forskot í því að geta framleitt hér vörur sem að ætti að hafa mikinn hreinleika stimpil. Við erum mjög sjúkdómafrítt land í samanburði við önnur lönd. Lyfjanotkun í allri matvælaframleiðslu í landbúnaði hér bara brot af því sem hún hjá nánast öllum Evrópulöndum, bara brot af því. Það kannski helst Norðmenn sem að svona nálgast okkur, Norðmenn og Svíar. Annar staðar verið að nota upp í 70-80 sinnum meiri lyfjanotkun heldur en þekkist hér. Hún náttúrulega bara óþekkt hér. Þetta hreina vatn sem við eigum og græna orkan fyrir til að mynda garðyrkjuna, þarna gætum við örugglega stigið mjög stór skref með því að höfða til þessa á réttum markaðsforsendum. Við verðum alltaf dýrari í þessu, en leið og við styðjum við þessa uppbyggingu, reynum að gera þetta meira útflutningsiðnaði, að þá erum við auðvitað að tryggja líka eigin matvælaöryggi. Við náttúrulega erum líka bara með iðnað sem út af til dæmis vatninu eins og nefnir, bæði í sjávarútvegi þar sem að fiskurinn hreinlega skorinn með vatninu, það verið að endurvinna plast á Suðurlandi með því að nota vatnið og það ekki verða neins sérstök sótspor af því og þú veist þannig að það alveg gríðalegt sóknarfæri, en svo það líka hittu þetta bara hvað við erum með gríðalega menntaða þjóð. Bara núna þessu eina vori ég búin að óska 2 á mínu Facebooki til hamingju með það að ljúka doktorsprófi. Já. Það ekkert mörg á síðan að það var bara, þetta voru náttúrulega einhverjir hálfguðir sem gengum göturnar sem voru með doktorsprófi. Já, þetta voru bara blaðafréttir. Já, nákvæmlega. Já. En þetta mun almennara og tala nú ekki þeir sem eru með meistaragráður og svo leiðis. Þannig að við erum með gríðarlega svona mikla bjargir í þjóðfélaginu. Kannski þetta spurning einhverju nýja hugsun, og svo líka kannski annað sem maður velti fyrir sér, og það öll norðurslóðamálin og svona í alþjóðlega samhengið hugmyndir stórskipahöfn í Finnafirði, nýjar siglingaleiðir. Sko við gætum á þessari öld einhvern veginn þróast og einmitt kannski byggðarþróun líka einmitt vegna slíkra hugmynda á einhvern allt annan veg en maður sér fyrir í dag, sko. Já, við getum, og þetta svona framtíðamúsikin. Og að því þú nefnir þetta fólk okkar og þessa aukningu á hámenntun í landinu, að þá það einmitt sko þekking og reynsla þessa fólks sem við erum að lyfta þó undir og gefa tækifæri með þessum auknu framlögum inn í þróunarstyrki og nýsköpun. Þetta fólk auðvitað blómstrar á þeim vettvangi og við verðum að gefa því súrefni til þess að halda því bara hér á landi, vegna þess að við erum í alþjóðlegri samkeppni með þetta fólk og eigum að leggja mikið upp úr því, og að því leyti kemur það mjög vel til. En þetta svona langtíma músík, og hvernig mun þetta þróast, eins og þú segir, verður Ísland einhver miðdebill í flutningum vegna legusinnar út af þróuninni á norðurskautinu. Já, þetta allt saman möguleikar og við þurfum að fylgjast með og við þurfum að þróa það og vinna það áfram. En það sem ég legg bara áherslu á núna og gagnrýni svolítið, og þar með okkur líka, að mér finnst bara vanta að menn sé að horfa til þess að lyfta öllum hindrunum sem allt og margar í okkar regluverki til þess að verkefni sem eru hreinlega í pípunum geti farið á stað. Ég að heyra í fólki sem jafnvel tilbúið til þess að fara í stór fjárfestingaverkefni
en að berjast við kerfið. Fyrirtæki sem að tilbúið með 4 milljarða fjárfestingu vestur og fjörðum, 40-50 manna vinnustað, búið að fara í gegnum umhverfismat, búið að fara í gegnum skipulag, hafnaframkvæmdirnar orðnar fjármagnaðar, en þeir rekna með að stofnanir ríkisins taki alltaf því 2 ár í viðbót eftir allt ferlið sem búið að vera í 3 eða 4 ár í því að klára hlutina. Það gríðarlegur tími. Ég meina þetta kostar okkur alltaf mikið og ég segi bara við aðstæðuna sem í dag, þá þurfum við að taka alla þessa komponenta, kortleggja þetta og segja þetta ætlum við bara með í gegn núna. Við ætlum að klára þetta. Og við höfum ekki efni á því að hafa okkur með þessum hætti vegna þess að við verðum að bregðast við atvinnuleysinu, við verðum að skapa störf og við verðum að skapa verðmæti. Við erum að fá efnahagslega svo gríðarlegt högg að það mun taka okkur sem samfélag mörg ár að ná okkur út úr því. Við vorum komin á mjög góðan stað sem að gera það verkum að við höfum meira borð fyrir báru heldur en oft áður. Mjög sterkan gjaldeyrisvarasjóð og skuldlítinn ríkissjóð, sterka stöðu heimila og fyrirtækja almennt, skuldsetningar hlutfall bæði heimila og fyrirtæki í landinu hefur lækkað mjög mikið á undanförnum árum. Almennt góða afkomu heimila. Okkur langar til að viðhalda þessum lífsgæðum, en það mun ekki gerast átakalaust. Hvernig gerum við það? Já, það nú fyrst og fremst með því að horfa til þess hvernig við getum aflað meiri tekna, búið til meiri verðmæti og svo hitt að við þurfum auðvitað að fara í þá vinnu núna fyrir ríkisfjármála áætlun til næstu 5 ára sem verður náttúrulega lögð þá fram í haust og þá fjárlög næsta árs. Við þurfum að fara auðvitað í gegnum allan þann munað sem við höfum verið að leyfa okkur á undanförnum árum, allt svona þetta umfram sem að við höfum verið að taka inn og hreinlega skera það í burtu í bili. Fókus á það að viðhalda þessum öflugu kerfum sem að við erum með, velferðarkerfi, menntakerfi og þessum innviðum sem við þurfum að horfa til, auka og nýta allt það fjármagn sem við getum í raun fengið til þess að fara í uppbyggingu og hagrænna innviða, samgöngukerfið, hafnir, flugvellir, tengingar milli landa, allt þetta sem að getur búið til önnur tækifæri. Talandi aðeins þann fókus, sko, því að maður hefur séð að ég byrjaði að vinna fyrir þingflokki núna áramótin og þá voru við að ræða mikið á þingflokksfundum þessi válindu veður sem að voru í vetur, sem reyndu mikið á innviði og leiddu í ljós þessa bresti í okkar grunnvirki, í svokallum innviðum, raforka, samgöngur, fjarskipti. Þessi hluti voru að klikka sem að bara gengur engan veginn, við erum ekki ánægð með það. Og það var fókusin var allur á það að fara að styrkja þessa hluti og svo einhvern veginn kemur bara einhver ný krísa í mars sem að heiti COVID-19 og nú erum við komin bara í eitthvað annað og starra verkefni. Óttastu að einmitt að fókusin í stjórnmálunum, hann svo fljótur einmitt þar að breytast eða semst að vera áherslunar eru bara einhvern veginn allt í norðurnar, allt aðrar, að einmitt að þessi verkefni sem ég var að ræðum tengt raforku, samgöngu, innviðum, að þau kannski fá ekki alveg sömu athygli núna þegar þessi staða komin upp? Já, það auðvitað ákveðin hætt á því, við þurfum auðvitað að endurmeta hlutina. Ég hef nú ekki heyrt annað á okkar forystumönnum heldur en að menn ætli sér að halda við þá stefnu einmitt að auka frekar í vegna þess samdráttar sem við okkur blasir. Það ljóst að það mun gerast auðvitað með einhverju hluta með lántökum. Hugmynd Bjarna var að við myndum selja eitthvað af þessum eignum ríkisins eins og til að mynda eign okkar í bönkum. Við höfum talað fyrir því sjálfstæðismenn að breyta þeim eignum í svona einhverja hagræna innviði og þetta kannski svolítil áminning það.
gagnrýnin á þá stefnu okkar, hún hefur kannski birst okkur í því að menn segja að við tökum bara arðinn af þessum fyrirtækjum, sko, þetta bara að fara að selja mjólkukúna. Já, hún ekki að mjólka mikið núna. Það nú málið. En ef við verum hér með öflugt innviðakerfi, en sterkara innviðakerfi, í staðan fyrir þá eign, að þá væri það aldeilis að mjólka. En það auðvitað grunnurinn af því að hagkerfi geti blómstrað, öflugir innviðir. Ef við ættum tenginguna við útlönd, í staðan fyrir þessa peninga, og ættum hér öflugt dreifikerfi raforku, að þá auðvitað það grunnurinn til þess að byggja upp önnur tækifæri. Það fínt fyrir okkur á þessum tímamótum í raun sem við stöndum frammi fyrir. Einmitt að svona taka málefnalega umræðum þetta. Hvort nú betra? Við höfum talað fyrir því nokkru þingmenn Sjálfstæðisflokksins að það væri bara eðlilegt að horfa til þess að selja til dæmis hluta af flugstöð Leifs Eiríkssonar í Keflavík. Eiga kannski á móti einhverjum aðila sem er á alþjóða vettvangi í slíkum rekstri. Ríkið gæti verið þar á móti og ríkið ekki að tala við höfum ekki verið að tala að selja flugvellina, flugbrautina, við viljum eiga innviðina. En við viljum ekki eiga Kringluna og ekki Smáralindina og akkur ættum við að eiga þetta. Við höfum talað að breyta þessum eignum í spítala, í vegi, í brýr, í hafnir, í tengingar og eitthvað sem við getum kallað hagræna innviði. Og það svo oft í umræðunni eins og bara fólk gerir ráð fyrir því og gleymi því hversu áhættu ríkur hversu áhættu mikil þessi viðskipti eru sem að bæði bankastarfsemi og verslunastarfsemi og svo slíkt. Og það ekkit endilega alltaf sem það gengur vel. Nú þurfum við að setja hreinlega fjármagn inn í Ísafía til þess að halda starfseminni gangjandi og slíkt. Þetta svona það sem að hlýtur að vera mjög til umhugsuna fyrir okkur. Nú stöndum við frammi fyrir því að áform fjármálaráðherrans okkar, formannsflokksins að selja Íslandsbanka til að byrja með, þau get ekki gengið upp vegna þess efnahagsástand sem Það var hugsaði sem grunnur af fjármögnun á þessum stóru fjárfestingaverkefnum okkar. Nú ef við ætlum að halda þeim áfram, þá alveg ljóst að við verðum þá bara að lengja í þeim tíma sem að verður gefið til þess að innleysa það sem við eigum í þessum fjármálafyrirtækjum og að taka þá lán, skuldsetja okkur til þess að geta haldið upp í framkvæmdastiginu. En það má ekki gleyma því, sem að mér finnst allt of oft kannski vantinn í umræðina, að það þarf að borga skuldirnar og til þess að það sé hægt að borga skuldirnar að þá þarf að verða hér hagvöxtur. Þannig að það mjög mikilvægt að við séum með þessari skuldsetningu að byggja undir eitthvað sem að grunnur að því að skapa meiri verðmæti. Við séum ekki að efna til skuldasöfnunar til þess að fara í svona eitthvað sem að eyðsla ár eftir ár. Það svona eins og piss í skóinn sinn. Og þá ég við bara eitthvað sem rekstratengt, hvort sem að það eru atvinnuleysisbætur, því að það ofarlega í hug í dag eða rekstur á heilbrigðiskerfi eða eitthvað slíkt. Við þurfum að fjármagna það með verðmætasköpuninni og þeim skottum sem við greiðum. Við vorum aðeins að fara taka svona örlitla uppbeygju en þó áfram á svipuðum slóðum að því við vorum aðeins að rifja upp en að vetur sem nú eiginlega með þeim sögulegri held ég bara. Það voru stór tíðindi í hverju mánuði og eiginlega bara hálfsmánaði fresti nánast. Þú nú Björgun að sveita maður hjá Landsbjörgu. Þetta var nú vetur sem var í rauninni á margan hátt svona erfiður þeim hópi og mörg verkefni sem þurfti að sinna þar. Já, við höfum nú alveg séð þetta áður en þessi vetur hann kannski svona kemur eftir að hlutirnir hafa nú verið svona tiltölulega rólegir hjá okkur undanförnum árum en það sem að kannski stendur nú upp úr eftir þennan vetur
í þeim efnum að sá þáttur í samfélaginu, það að segja viðbragðsaðilarnir, björgunarstarfið og þetta allt saman, þeir stóðust álagið og stóðust prófið og ég reyndar bara með mjög fína einhvern sko. Innviðirnar aftur á móti eins og þú komst inn á, þeir stóðust ekki álagið og stóðust ekki prófið og það svo sem alveg þekkt frá fyrir tímum að við höfum búið við rafmagnsleysi og svona erfiðleika í þessum innviðum en við okkur blasir bara allt önnur samfélagsmynd í dag heldur var fyrir 20 árum, 30 árum. Við erum miklu háðari til dæmis að rafmagni sé til staðar, fjarskiptin séu til staðar. Allt okkar upplýsingarstreymi, allt þetta samfélagi gengur svo út á þetta í dag að við verðum að hafa þessa hluti í lagi og þetta var mikil áminning það að við höfum látið þessa hluti drabbast of mikið niður á undanförnum árum og það sem auðvitað alvarlegast í því það sem að fram hefur komið hjá þeim fyrirtækjum sem að með þetta höndlum, tökum bara meginflutningskerfi raforku sem að fyrirtæki Landsnet sér þeir segja sko við erum fjármagnaðir, verkefnin eru til staðar en það kerfið sem að tefja okkur, kerfið sem við byggum til á Alþingi. Við erum að berjast við þetta kerfi og þarna verðum við að taka okkur takk. Við horfum á þetta í vegagerðinni og horfum á sveitafélögin kvarta yfir þessu, það þessi barátta við kerfið og það hefur nú ekki verið gert mér vitanlega en ef að menn myndu taka sig til og reikna út kostnaðinn af þessu óskilvirka kerfi fyrir samfélagið þá hleypur hann á hverju einasta ári örugglega á fleiri milljörðum ef ekki tugum milljarða og dregur úr allir framleiðni í landinu. Þetta hefur lamandi áhrif á framleiðinina. Það að segja að við erum ekki að skapa nægilega mikil verðmæti í heildina á bakvið hverja unna vinnustund. Einmitt út af svona kerfislægum vandamálum. Þungum kerfislausnum sem eru rándýra. Ég var nú að heyra bara síðast í gær af ónefndri stofnun sem skiptir engu máli í samhenginu, hún örugglega ekkert einstæmi sko að núna þegar þessi fjarfundabúnaður búin að sanna sig að þá komið ljós kannski að þessi mikli kostnaði sem hleypur stundum á milljónum bara við það að fólk sé að fljúga hérna á milli landshluta á fundi sé í rauninni ónauðsynlegur sko, það núna getum við bara nota búnað hver í sínu lagi og deilt glærum og gert allt sem gert á venjulegum fundi annars að vera að gera slíkt en þú hefur nú verið ráðherra þetta leksía fyrir okkur algjör og þetta kannski eitt af því góða sem kemur út úr þessu að við höfum farið hraðar inn í 21. öldina hvað þetta varðar en þú hefur verið ráðherra og ég meina pólitískt erum við alveg sammála þetta báknið burtir gamalt kjörorð Sjálfstæðisflokksins og sígilt en af hverju gengur það í rauninni finnst manni svona hægt sko að vinda ofan af því hvaða veruleiki blasir við stjórnmálamanni sem fer með þessa hugsjón inn í ráðuneytið sem ráðherra og ætlar svo að fara að vinda ofan af kerfinu. Já, í því sambandi vil ég segja sko að ég alveg samfærður það að það mjög mörg verkefni sem að ríkið að sjá í dag sem geta verið unnin út í bæ og með enn betri árangri heldur en að vera hjá ríkinu. Ég hef hvatt okkar ráðherra og ég gerði það sjálfur þegar ég kom inn í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið á sínum tíma að þá byrjaði ég strax að gera úttekt, fékk utanaðkomandi aðila til þess á þeim stofnunum sem undir það ráðuneyti heyrðu eða hluta af þeim til þess að skoða það hvaða verkefni getum við losað stofnanirnar við til þess að geta gert þær líka einbeittari að svona kjarnaverkefnum sínum og geta sinnt því betur og þjónust að þá markaðinn betur og mér finnst að við hefðum getað stigið öflugri skref í þessu. Það verður þó að skoða þessa gagnrýni
í samhengi við það hvar hefur störfum hjá hinu opinbera verið að fjölga mest. Og nú ég ekki að segja að við getum ekki gert miklu betur í þessu, ég sannfærður það og ég hef mjög oft haft á þessu orð og ég fór sjálfur í þá vinnu, ég var bara það stutt í ráðuneytinu, mér vannst ekki tími til að klára nema svona einhver lítil skref en þau voru samt áhugaverð. En ég hef verið að ýta mjög á þetta og við sjáum að það ákveðin þróun núna í gangi að minnsta kosti í ráðuneytum Sjálfstæðisflokksins í því að svona vera að reyna að draga úr regluverki og Þórdís Kolbrún sett ákveðna vinnu í gang sem að vonandi nú að skila svona einhverjum árangri núna og á síðustu hérna á þessu ári jafnvel eða svona á næstunni. En sko en svo verðum við að skora svolítið samhengi býtu hvar hefur störfum verið að fjölga? Jú, það fyrst og fremst þegar kemur að heilbrigðis- og velferðargreinum. Þar, ef við tölum bara opinber störf hjá ríki- og sveitarfélögum, að þá aukningin mjög mikið í þeim geira. Einhverju leyti í skólakerfinu, mjög stórum hluta í heilbrigðis- og velferðarkerfi. Og eru það störf sem við hefðum ekki viljað búa til? Jú, ég held að þær kröfur sem við gerum til öflugs heilbrigðis- og velferðarkerfis kallar á þennan mannskap. Hluti af þeim verkefnum gætu augljóslega verið unnin af sjálfstæð starfandi einingum og með örugglega betri árangri. Ég trúi því heldur en ef þau eru á höndum hins opinbera. Reynslan þannig sýnir það í flestum tilvikum. Já, ég meina við höfum bara sjálfstæð starfandi heilsugjaldstöðar sem að mælast mjög hátt mælast hæst, sko, bara svona talandi dæmi. En sko, þarna bara ekki samstaða í ríkisstjórnarflokkunum. Menn verða átt að segja á því að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur bara ekkert vald yfir því að koma sínum sjónarmiðum í framkvæmd endilega sko með þeim hætti sem hann gjarnan vildi. Og það bara staðan, svona samstarfsríkisstjórnar og þær kalla oft og eðlilega á málamiðlanir. Og kannski þessi líka staða, svo ég grípa eins fram í fyrir þið núna, að einmitt líka bara það að þessum stjórnmálaflokkum svo mikið að fjölga, þeir eru orðnir mjög ungir, stór hluti af þeim, þetta eru bara flokka með örfa ára baki og það í rauninni, og kannski að manni finnst oft líka bara mjög óskýra hugmyndafræði, meira svona verið að hengja sig á einstök máli í kosningum og svona og það auðvitað líka bara flækir myndina og stjórnmálin alveg gríðarlega mikið. Og hérna markar sín spor algjörlega í þetta, ég sammálaður í því. En við höfum semst verið að efla okkur mjög á þessu sviðið. Útgjöld ríkisins hafa á undanförnum árum útgjaldaaukningin hefur að langmestu leyti verið á þessu sviði, velferðarsviðinu, framlög til hérna ýmsu hópar samfélagsins sem að við höfum aukið framlögum til, mjög mikil aukning á framlögum til heilbrigðiskerfisins og við viljum, hafa þetta öflugt. Þannig að ég segi sko við getum líka verið stolt af þeim verkum að hafa getað elt þessa starfsemi svo mikið sem raun ber vitni. En verðmiðin á því rosalega hár og algjörlega fyrirséð að það ósjálfbært sú þróun miðað við þá verðmætasköpun sem á sér stað í samfélaginu. Þannig að það þýðir ekki að gera þessar kröfur ef við munum ekki rísa undir þeim. Þannig að það þýðir ekki að koma og segja sko ég á móti hinn og þessu þegar kemur að því að efla innviðina, uppbygginguna, búa til tækifærin til verðmætasköpunar en gera leið mikla kröfur á eflingu í útgjöldum af þessu leyti. Það verður að vera sjálfbærni í þessu, við þurfum að afla fyrir því sem við erum að gera. Og nú erum við í þessari alvarlegu stöðu, þar sem að skuldasöfnunum verður gríðarlega mikil og við þurfum að eiga fyrir því til viðbótar þessar uppbyggingu sem við viljum sjá. Akkurat. Aðeins að öðru núna, ég nefndi hérna í inngangi, þú ert tiltölulega nýkjörinn ritari Sjálfstæðisflokksins á síðasta flokksráðsfundi í fyrra og tilheyrir þetta sem slíkur flokksforystunni en verkefni þitt nú svona alveg sérstaklega innræstarf flokksins að halda utan það. Hvernig stjórnmálahreyfing Sjálfstæðisflokkurinn í dag að mati ritara?
hann auðvitað magnaðasta stjórnmálahreyfing landsins. Það þarf engum blöðum að fletta og hefur auðvitað gegnt lykil hlutverki í íslenskri stjórnmálasögu og gegnir lykil hlutverki í íslenskum stjórnmálum. Við búum auðvitað að mjög traustum innviðum í Sjálfstæðisflokknum. Ef við berum okkur bara saman við aðra flokka. Þú ferð landið og það eiginlega alveg sama hvert þú ferð, einhvers staðar finnur húsnæði sem með sjálfstæðismerkinu í glugganum. Það semst svona samkomustaður sjálfstæðismanna á viðkomandi stað. Það bara svona dálítið tákgrænt einmitt fyrir þessa grasrótarhreyfingu, rótgrónu grasrótarhreyfingu sem að við erum þáttakendur í. Og ég hef farið víða, sérstaklega núna í haust og svona fram að þessu COVID ástandi. Ég var eiginlega búinn að búa til svona seinni hálfleikinn í vetur. Ég tók svolítið fyrir hálfleikinn hérna fyrir áramót og svo komu náttúrulega jólin og áramótin og ég var svona að fara á stað aftur þegar að þessi ósköp voru í að heimsækja félagana okkar út allt land og hér á höfuðborgarsvæðinu. Einmitt til þess að reyna svolítið að kveikja neista og svona áhuga meðal manna, svolítið að brjóta kannski upp þetta kerfi sem við höfum verið í. Það var svona og markmiðið mitt. Og skilaboðin voru eiginlega þessu, við þurfum að byggja félagsstarfið á því að það sé líka svolítið gaman hjá okkur. Þetta bara fékk bara fína viðtökur og við vorum búin að skipuleggja svona samkomur á ákveðnum stöðu þar sem menn kæmu saman og þetta svona vakti áhuga fólks og við höldum bara áfram með þetta þegar að við erum komin yfir þessa hremminga núna. Ég held að þetta öfluga innviðakerfi okkar sem að síðan speglast nú á okkur í hringferðum þingflokksins þar sem við komum, við þurfum að í raun að vera að passa okkur mjög mikið á því og leggja mikla áherslu á það í forystu flokksins að vökva þessa grasrót. Það er að segja hún sé þáttakandi og upplifir sig sem þáttakanda ekki bara fyrir kosningar heldur líka á milli kosninga í því að hafa áhrif og komað og auðvitað er það kerfi sem við byggjum á það flokksráðsfundur sem á annað árið og síðan landsfundur hitt árið þar sem að koma saman kannski svo á landsfundi þó nokkuð annað 1000 manns. Þetta ofsalega mikil auðlind að hafa þennan aðgang að þessu öfluga grasrótarstarfi. En við þurfum líka að passa okkur að vera í tengslum við það, halda því virku, láta fólki finna það að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli og ég hef nú haldið því bara fram hér þegar við verðum að ræða þetta. Ég hef mikið rætt til að mynda við forystumenn hér í flokksfélagunum í Reykjavík og þar höfum við verið að stíga ákveðin skref til þess að efla þetta starf og munum halda því áfram núna í væntanlega haust úr því sem komið En ég held að þetta sé grunnur að því að ná svolítið aftur vopnum okkar í höfuðborginni. Við höfum ekki verið sátt með stöðu flokksins í höfuðborginni og við skulum bara tala alveg hreinskilnislega þá það að stór hlut af styrk Sjálfstæðisflokksins í höfuðborginni var þetta öfluga félagsstarf, þetta öfluga grasrótarstarf og við þurfum að gefa því það súrefni að það geti orðið aftur það afl sem við þurfum til þess að ná þeim styrk sem við viljum hafa innan höfuðborgarinnar. En nú hefur það verið svolítið á síðustu árum talandi þetta ná styrknum að þú veist að það í rauninni svona ólíkir hópar andstæðinga Sjálfstæðisflokksins eru mjög uppteknir af því að vera skilgreina Sjálfstæðisflokkin með einhverjum hætti og það hefur svona þetta held ég haft að einhver leiti áhrif á ímyndina. Ímynduna hjá flokknum en svo þegar maður kannski kemur inn í flokkin eða fyrir starfi flokknum það
það mjög auðvelt að komast inn í hann, það allstaðar einhverja flokkstofnanir, allstaðar einhverju hópar, og það unglegarhreyfingin, ég kom inn í flokkin í Garðabæ, hann hefur nú stundum svona, látið veðri vaka, þetta einhver elítuhópur, og ég fór að lista fyrir sveitarstjórnarkosningarnar og var þar með kennurum og alls konar fólki hérna og þaðan úr verslunarfólki og bara fólki hérna og þaðan úr bæjarfélaginu, venjulegu fólki, vinnur venjulega dagvinnu, og ég var svona lítið kring og já, þetta bara fólk eins og ég fann hvergi þessa kónga sko sem að stundum sko látið í skína að séu þar og ráði bara öllu þjóðfélaginu, svona skringilegar myndir sem hafa verið teiknaðar upp af Sjálfstæðisflokknum í ýmsum skilningi hvað það varðar. Höfum við kannski líka einhver leiti, hvað ég segja, mist boltan þarna, leyft andstæðingum of að teikna upp einhverja myndir af flokknum sem ekki raunsannar? Jú, við erum kannski seinþreytt til einhver átaka þetta sko, en þetta er alveg hárrétt sem þú ert að segja og það hafa þetta kannski fyrst og fremst pólitískir andstæðingar okkar verið að halda þessu fram og auðvitað þannig í dag, við getum bara tekið fyrrverandi varaformann flokksins og þann flokk sem að hún stýrir í dag, Viðreisn, þau tala til að mynda á þingi og í fjölmiðlum og allstaðar það að þau séu flokkur sem gætir almannahagsmuna en ekki sérhagsmuna eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Og hvaða sérhagsmuna Sjálfstæðisflokkurinn að gæta? Þetta auðvitað bara verið að reyna að gefa þessari mynd einhvern byr í pólitískum tilgangi. Alveg eins og þú, að þá kom ég bara inn í Sjálfstæðisflokkin. Ég fer fyrst í prófkjör 99. Þá hafði ég bara nánast ekkert verið starfandi í Sjálfstæðisflokknum. Mig bara langaði að fara aðeins inn á þennan vettvang. Ég náði ágætis árangri. Síðan var uppstilling 2003 og þá fékk ég ekki inni og svo vann ég mér bara sess í prófkjöri 2007. Þannig að þetta var svona 8 ára prógram hjá mér að komast inn og bara með því að starfa og gera og vinna að þá bara vannstu þér traust. Ég var sko bara í eigin rekstri og áhugamálið voru björgunarsveitirnar þar sem ég hafði verið í forystu og í stjórn í yfir 20 ár og var síðan framkvæmdastjóri eftir að við hjónin seldum fyrirtæki okkar sem að við fórum inn í eftir að við komum frá því að vera bændur norður í landi. Þannig að sko akkur fór ég í Sjálfstæðisflokkin sem að einhver sér hagsmunagæslu flokkur. Ég á ekki samleið með slíkum flokki sko. En það Sjálfstæðisflokkurinn ekki þannig. Nei, það er líka skrítið ef að fólk sko kemur fram og telur það hafa verið þannig en hefur svo starfað sjálft árabil í saman flokki og ætla svo einhvern veginn að segja mann að það sé þá einhvern veginn öðru sér þengjandi núna. Ég meina, aftur komum við þá að Viðreisn sem að kemur allur úr húsnæði Samtaka atvinnulífsins sko. Og hérna, mér finnst þetta bara aumlegur málflutningur og það er svona verið að reyna að hefja sig upp á einhverjum fólskum forsendum og í stað þess að gera það bara á eigin ágæti sko. Við höfum ekki að fara niður á þetta plan Sjálfstæðismenn, við bara höldum okkar striki en Sjálfstæðisflokkurinn þetta upp til hópa bara venjulegt fólk og fólk sem að bara vinnu sína vinnu, fólk sem í sínum atvinnurekstri og á samleið með okkur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alla tíð haft svona heilmikla þolinmæði gagnvart mismunandi skoðunum en það getur hann ekki orðið svo fjöldarhreyfing sem hann þarf að vera öðruvísi heldur en að menn hafi ákveðna þolinmæði gagnvart hverju öðrum í því að takast á ákveðin sjónarmið en koma síðan að málamiðlunum sem að færa okkur saman að því sameiginlega marki sem við stefnum að og það hefur verið mikilvægt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Okkur hefur á tímum að mínum mati ekki tekist alveg nægilega vel upp. Það hafa orðið átök málefni sem hafa leitt til þess að það hefur kvarnast úr flokknum og við höfum ekki efni á því. Við höfum að láta það okkur að kenningu verða
vegna þess að það kemur ekkit í staðinn. Það kemur ekkit í staðinn fyrir þessa öflugu hreyfingu. Það sem að kemur í staðinn aukin samsuða og hér eftir síðustu kosningar voru hafnar stjórnarmyndunarviðræður með þátttöku 5 stjórnmálaflokka. Nú eru þeir 3. Það báru sín bein, þær viðræður gengu ekki upp og stjórnarmynstri varð eins og það hefur marga kosti þetta stjórnarmynstur en líka erfitt að mörgu leyti vegna mjög ólíkara skoðana í mjög stórum og mikilvægum málaflokkum. En ég held við séum að komast í gegnum það og menn standa vel saman og ég finn það að það mikill trúnaðar og traust á milli forystumannaflokkana sem auðvitað grundvallaratriði. En þá voru 5 flokkar byrjaðar að tala saman. Og það sem við viljum sjá, þessi fámenna þjóð með 63 manna þing, að við séum jafnvel með 5 flokka ríkisstjórnir? Nei, ég held að það sé ekki gott. Þannig að þetta þarf fólk að hafa í huga. Við þurfum að sýna ákveðna þolinmæði við sjálfstæðismenn, gagnvart mismunandi skoðunum. Við þurfum að takast á við það og sýna það þroska að vinna okkur út úr því. Þannig að við tökumst hönd í hönd og vinnum okkur þannig að þessu sameiginlega markmiði sem að við stöndum öll fyrir, sem þetta grundvallað á gildum flokksins, frelsi einstaklingsins, eignarréttin og þær athafnir sem við viljum og það athafnafrelsi sem við viljum geta gefið fólki. Ger engan ágreining það, Jón, það fer nú svona að líða lokum hjá okkur í þessu en svona ein loka kannski spurning, þú nefndi nú að þú ekki fengið langan tíma í ráðuneytinu til að breyta eins og þú vildir og maður vona nú bara að það lægist svona undir lok næsta ás og fáir aftur tækifæri til þess. Kannski. Ég nefndi líka í inngangi og ég var nú svona að spjalla við kollega okkar aðeins þig án ég tók þetta viðtal og það beraðar allir mjög vel söguna að tala með allir hvað þú sett mikill framkvæmdamaður og það svona einkenni á þér að þú vilt drífa í hlutunum og ég held að okkar áheyrendur hafi heyrt það í viðtalinu en hvað segir þú sjálfur, fyrir hvað brennuð þú í stjórnmálum, af hverju gerðið þú þetta þínum starfsvettvangi? Þetta náttúrulega góð spurning sko, þegar ég fór svona að velta þessu fyrir mér að þá ég var búin að vera þetta bara sjálfstætt starfandi, við hjónin vorum með okkar fyrirtækjarekstur í mörg ár, byrjuðum sem bændur norður í landi og fóru svo í bæinn og kona mín byrjaði í ákveðnu rekstri með móður minni og svo kom ég inn í það með henni eftir að móður mín hafi fallið frá og systir mín var hérna með okkur í nokkur ár líka og við byggðum bara upp ágætis rekstur og vorum í þessu og samhliða þessu var ég að gefa mjög mikinn tíma í björgunarsveitirnar, það var allt saman í sjálfboðavinnu og var svona mitt áhuga mál og svo seljum við þennan rekstur og ég fer svona veltaði fyrir mig hvað ég ætla að gera og var endar þá byrjaður að lykta svolítið af pólitíkinni og fannst alveg tímabært að söðla mig langaði til að hafa áhrif. Já, áhuga sviðið hefur kannski markað svolítið af því fyrir hvað ég hef bara það sem ég hef verið að gera í lífinu. Staðið í eigin rekstri, verið þáttakandi í þessu mikla og mikil þáttakandi í þessar uppbygging á þessu öfluga björgunarstarfi okkar og ég þurfti að fá einhverja útrás fyrir það og það hefur leitt mig svolítið inn í það í pólitíkinni að vera svolítið þarna megin þegar það kemur. Ég seti helst í þessum nefndum sem að snúa svona að hagsmunum atvinnulífsins, atvinnuveganefndinni, umhverfis- og samgöngunefndinni núna og viðskiptanefnd þegar hún var og hét. Það var bara af einskjárum áhuga fyrir að reyna svona að láta til mín taka á þessum vettvangi. Hafandi kynst pólitíkinni, kynst fólki sem að þar var, bæði gegnum samskipti mín fyrir hönd björgunarsamtakana og svo bara ég fór að kynnast flokksfélögum mínum í Kópavogi. Og það var líka að vera það í mig þá voru einhverju sem létu sér þetta það í hug að þetta gæti verið góðu vettvangur fyrir mig og ég sé ekki eftir þessum árum.
Nei, svo sannarlega ekki. Jón Gunnarsson, takk kærlega fyrir komuna í pólitíkina. Takk sömuleiðis.